Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, nú ætlum við að ræða fólk sem að heyri raddir og sér kannski sýnir og þau eru hingað komin Sigrún Huld Sigrúnar sem leikari og raddheyrari, heyri raddir, starfsmaður í Hugarafli og formaður Hearing Voices Iceland og hér líka Grétar Björnsson sem félagsfræðingur og skrifaðir meistararitgerð þennan félagskap og varaformaður þar og líka starfsmaður í Hugarafli. Já, rétt. Herðu, verið velkomin. Takk. Herðu, það að heyra raddir, það bara algengt eða ekki? Jú, ég held að sé miklu algengara en við gerum einhver grein fyrir það því að ég held að þetta sé eitthvað sem að fólk almennt kannski talar ekki um. Ég segi fyrir mitt leyti, á mínu ferðalagi svona í gegnum geðheilbrigðiskerfið, þá treysti ég ekki sérfræðingunum fyrir þessu. Og þagðir yfir því að þú heyrðir raddir? Já. Já, ég trúi að þetta sé bara raunveruleiki margra. Einmitt. Þegar ég var að... Maður nógu miklu vesinni þótt að maður ekki að blanda þessu inn í. Já, einmitt. Já, maður vill ekki fá það stigma nefnilega, sko. Já, ekkert bara endilega frá heilbrigðiskerfinu, heldur líka bara almennt. Þannig út í samfélaginu, við erum búin að sjúkdómsvæða þetta fyrirbæri sem hefur náttúrulega fylgt mannskepnunni eins lengi og hún hefur verið til. Ég meina, margir menningar heimar sem að jafnvel upphefja þetta að vera með raddir eða sýnir og ég meina fólk sem oft sett bara í svona sjamanatjald. Já, ég meina við hér á Íslandi eigum líka bara langa sögu, þú veist, af alls konar skynjunum og þú veist, og hafa skilið þær og mismenn. Er það ekki fólk sem að skilur handan heim og... Jú, eða þú veist, alla þjóðsögurnar og allt það, hvaðan það komið, sko. Raddina þínar, það ekki handan heimur? Sko, já, þetta einstaklingsbundin alltaf fyrir hvern og einn. Hvernig raddina þínar eru? Mínar eru nefnilega alls konar og ég svo skemmtileg að ég með heilt samfélag, ég segi, sko, ég ekki einstaklingur, ég heilt samfélag og þegar ég útskýra þetta fyrir fólki og spyrjastundu fólk hefur séð Inside Out, þarna Pixar teiknumyndina. Já, teiknumyndina. Já, ég með svona parta eins og Inside Out. Rauðakallinn og... Já, en ég heyri í þeim, ég heyri í börnunum. Það er eins og verður með svona púka á öxlinni? Já, ég mitt með svona týpur sem koma á öxlina og tala við mig. Já. Og sko... En það ekki fristandi að segja við einhvern að maður góði þegið þú? Já, þessu röddum. Jú, auðvitað. Guðs bænum láttu mig í friði. Það ekki eins og að þú hefur nú slagt alltaf eitthvað gott til málana hérna. Er þetta svoleiðis? Sko, þetta hefur alltaf fylgt mér. Ég hef alltaf verið svona, skilur, og þegar ég var lítil þá átti ég huldustrák sem vin og svona. En fyrir mér er þetta fjölbreytt. Þetta eru bæði sko partar af mér sem eru að tala við mig. Svo er þetta líka bara alls konar kynjaverur. Og svo er þetta líka amma Hulda, sko, sem er alltaf að tala við mig og með mér. Hver er munurinn á þess að þú heyrir í þeim eða í mér núna? Sko, núna er munur að því ég er svo miklum bata. Þannig að þessar raddir þær hafa ekkert stjórn á mér. Nú hef ég bara stjórn. Ég er framkvæmdastjóri þessa fyrirtækis eða bæjarstjóri þessar samfélags og þannig ég tek ákvarðanirnar. Þannig að það er ekki lengur þannig að þær taki stjórn, en það var þannig. Ég hef átt tímabila sem að ég var í neyslu og raddirnar urðu mjög aggressívar. Þannig að reiðikallinn sestu í stýrið og stjórnar þér, svo við vitnum hann í Inside Out, það er einhver af þessum karakterum. Nákvæmlega. Og þú ert komið bara aftur í skott eða... Já, og líka lífi. Bara maður held ekki ótta vegna þess að á þessu tímabili á mér, þá þetta var bara nákvæmlega svo við erum að tala saman. Skilur, ég heyrði þær utan við mig og ég skildi ekki hvað var að gerast. Þetta var öðruvísi en þegar ég var lítil. Svo ólst ég upp og ég fekk fyrst kvíðaröskun, ég með nokkrar greiningar sem ég er búin að sturta niður í klósettið. Og sko, þá fór ég að trúa þetta snýst allt trú og hugafar. Ég fór að trúa að þetta var afbrigðilegt, hvernig ég væri. Right? Ég væri afbrigðileg, ég væri veik og þess vegna væri þessar raddir. Þær varu einkenni þess að ég var afbrigðileg og það var eitthvað sem þurfti að laga. Afleiðing af sjúkdómi. Já, einkenni. Ef það er að lækna sjúkdóminn þá myndu þær hverfa. Right. Og hvað ger ég þá? Ég reyni náttúrulega allt til að flýja þær. Skilurðu? Ég reyni allt til að hlusta ekki á þær, deyfa þær, þagga niður í þeim, eins og þú sagðir þegiðu og eitthvað svona. En það er bara svo olía á eldin, allan í mínu tilviki. Þær eru bara reiðari og aggressívari og herri
og bara vildu alls ekki láta mig í friði. Og ég náttúrulega komst að því seinna, núna á minni batavegferð, ég horfði tilbaka, það var náttúrulega því ég var svo vantengt. Þetta var ég að garga á sjálfa mig, sko. Sigrún, pikkaði upp, breytt einhverju. Þú veist, þú ert þess virði. En þetta við hljómar leiði líka ekki eins þannig og þá. ég er margir, var sagði nú eitthvað skaldið. Já. Raddirnar, það er þú. Já, ekki allar, sko, eins og amma Hulda, jú, hún er í mér, hún er í mínu, þú veist, erðamengi, en það er stærra. Ég er líka svona andlega víruð manneskja, sko. Og stundum er þetta einhverju kynjaverur, eins og ég segi, eins og Huldustrákurinn, og hann er að koma aftur núna, ég er að endur heimtið allt aftur. En sumt er hlut af þér. Já, sumt er bara eins og insett átt, bara þess að týpur. Og ég er alveg En sterkari heldur en það, ekki? Hvað segirðu? Það er teknímyndin að það var eiginlega glíma það hver fær að stýra. Já. Og reyna að búa til eitthvað samkomulag innra með stelpunni. Já. Þannig að þeim farnist vel öllum saman, öllum þessum röddum inn í henni og stelpunni sjálfri. Já, kannski einu munurinn er að það heyrir ekkert endilega í hvora annari. Ég er milliliðurinn. Skilurðu? Þannig að, jú, stundum lenda þær í rifrildi, sko, en ég er sáttasemjörinn. Bara alveg svo í þessu ytra samfélagi, það er nú aldeilis átök núna í okkar ytra samfélagi, alls konar rifrildi í gangi. Þetta getur líka gerst í mínu samfélagi. Þannig að þegar maður sér þig út á götu alveg, þá ertu raunverulega svona eins og fóstra í leikskóla með marga í bandi og eftir þér af þessum röddum. Já, þetta kemur svona í bylgjum, sko. Þær eru ekkert alltaf eitthvað, þú veist. Mjög ágengar. Já, og þegar að ég lendi ykkur krefjandi eða sjokki, þá oft, sko, rísa þær upp. En munurinn á mér í dag og í gamla daga, núna er ég í bata, ég er búin að rækta, sko, innri foreldra, ég er búin að rækta fleiri karaktera inn í samfélagið til þess að finna jafnvægi. Og ég er búin að byggja fjörð inn í mér, þannig að það er nóg pláss fyrir allt samfélagið, sko. En þetta er raddir sem hafa verið með þér frá því þú varst barn? Ekki allar, nei. Sumar fæddust seinna. Sumar hafa þroskast bara með þér? Já. En ég er bara að velta fyrir mér ef þú ert með sjálf, eins og þú talar svolítið þú sem er sjálf, en eru það ekki þá bara hluti af þessu sjálfi? Eru það ekki líka þú? Jú. Gæti einhver af þessu röddum haldið fram að hún væri Sigrún? Allavega Huld? Já, sko, allar þessar raddir eru ég, en margar þeirra gerir sér ekki grein fyrir því. Nú. En það er ég sem gerir mig grein fyrir því. Þetta er svolítið svona, í mínu tilfelli, og það er mjög algengt, þá sprettur þetta náttúrulega upp frá tráma, sko. Og það fæðist eitthvað þar. Og þessi vinna við að tengja þær og tengja mig við þær, það er vinna sem að mun ekkert, þetta er lífstíll hjá mér. Þannig ég þarf alltaf bara eins og í sambandi, bara eins og í samfélagi, eins og í fjölskyldu, þá þarf ég alltaf að vera að ræða við þær og finna leiðir til þess að við getum öll lifað í sátt og samlyndi. Það er svolítið mikil vinna. Já, það er stór skemmtilegt líka. Þetta er algjörst ævintýri í rauninni leið og ég tók stjórnina í mínar hendur, þá fór þetta að vera skemmtilegt. Þegar þú leitaðir aðstóðar í heilbrigðiskerfinu, þá var verið að halda því fram að raddirnar veru afleiðingar af einhverju sjúkdómi. Já, sko, ég treysti ekki kerfinu fyrir mínu röddum. En ég er bara að velta fyrir mér svona hvernig almennt er tekið á manneskju sem þér. Þá er sagt að þetta sé sjúkdómseinkenni og geðklofa. Já. Það er algengasta einkenni geðklofa er þá að heyra raddir og því að putta reglan er koma raddirnar innanfrá eða koma raddirnar utanfrá. Raddir innanfrá eru geðklofi, raddir sem eru utanfrá eru paranoid geðklofi. Já, það er svona þegar maður fer að halda að maðurinn í sjónvarpinu sé sérstaklega til mín. Já, ég er náttúrulega svona dæmi í menningu og hvernig það birtist. Það er svona paranoia skizofrenia. Já, einmitt. Geðlækningar snúast ekkert endilega að skilja raddirnar. Losna við þær? Já, losna við þær. Eins og þú væri náttúrulega rökrétt ef þú lítur á það sem sjúkdóm. Ég meina að við værum með krabbamein, eitthvað ílkinn æxli vaxandi innra með okkur. Við myndum vilja losna við það, ekki satt. Það er til að rætt að vera æxli, já. Já, það er viðhorf. Standi vegi fyrir þroskaðinum. Já, það er viðhorf læknastéttarinnar sem að ef við skoðum mannkynssöguna er endilega ekkert nýtt fyrirbæri.
það fólk bara í gegnum alla mannkynssöguna sem við lýst í að vera með þessar upplifanir. Það bara fyrir cirka bát 100 árum við fórum að nota þetta hugtak geðklofi og skilgreina þetta sem ólæknandi sjúkdóm og ég held að með því þá höfum við svolítið kannski falið þennan heim fyrir bara almenningi því að það vilja fá þennan stimpil á sig, sko. Ja, fólk þegir yfir þessu þú Já, algjörlega. Ég er búin að þekka hana Sigrúnu, hún búin að vera vinir hérna núna í nokkur skeið og hún bara nýlega búin að treysta mér fyrir þessu, sko. Já, og það svo fyndið leið ég byrja að tala þetta, nú get ég ekki hætt, sko. Nú ég bara að segja öllum þetta. Ég held, sko, að auðvitað fólk sem heyrir raddir bara getur veikst andlega eins og annað fólk, farið, í þunglindi og fengið mikið kvíða eða geðsveiflur eða þetta hefðbundna en það sem gerist ofta að raddirnar verða meira krefjandi við þetta og þá leita margir í kerfið og þeir fara að lýsa þessu, þá fá þeir geðklofastimpilinn og þá reynt að losa fólk við raddirnar. Við erum hjá Hearing Voices, erum við annað viðhorf gagnvart þessum röddum, gagnvart þessum upplifunum og upplifunum einokast ekki bara við raddir, heldur líka sýnir og aðra skynjanir. Ofskynjanir? Já, við notum það orðið ekki. Nei. Bara skynjun. Þetta ekki skynjun, þetta bara skynjun. Þú veist eins og óhefðbundnar skynjanir, ég gera alltaf svona, af því að fyrir mér þetta bara hefðbundið, sko. Og þetta algengara með höldum. Og hann orðaða ég búin að vera í læri hjá breskum geðhjúkrunarfræðingi sem heitir Trevor Iles, er hérna á Íslandi núna í haust til að halda námskeið hvernig hægt að hjálpa fólki í því að vinna með og skilja og tengjast upplifunum sínum. Og hann byrjar alltaf að orða þetta, ég hitt hann nokkrum sinnum og hann bara alltaf svo, it's a common human experience. Miklu meira en við höldum. Ég las bók eftir Oliver Sacks sem kom út 2012 sem að myndir líklega þýða sem áskynjanir, því bara þetta bókin. Hann að tala hvað það sé miklu algengara, hann að tala alls svona sýnir og eitthvað fleira og hann segir þetta mjög algengt náttúrulega meðal fólk með geðklofa en líka fólk sem flogaveiki og fólk sem með mígrini og fleira sem með þetta en lætur ekki vita því og mér minnir það er nú eitthvað kannski 10 ár sinni næsta mér minnir hann að segja halda því fram að það séu kannski svona 12-14% af fólki sem að annarkot heyrir eða sér eitthvað sem aðrir sjá ekki. Og svo, það er mjög skemmtileg bók, hann er mjög skemmtilegur kall. Hann segir líka svolítið svona gamalsögur af þessu. Það var þetta einu manni sem var alltaf með svona eins og garðálfa með sér og hann var að skrifa eitthvað hlutis, það var alltaf garðálfur á skrifborðinu og sem kom og hann gæti aldrei fundið neinn tengingu hvað hann átti að gera við þessar sýnir af því hann sá ekki að það tengdust eitthvað þetta var ekki afleiðing að einu en einu en hann satt bara uppi með þessa garðálfa sem voru alltaf með honum og það var svona verið að lýsa því hvernig hann þurfti að bara læra að lifa með því að það væri alltaf einhverju garðálfa. Sko við í Hearing Voices tölum aldrei slæmaraddi góðaraddir. Við trúum því og samkvæmt því módeli sem við vinnum eftir þess að Aarhus-módel og Maastricht-Vidal sem ég get kannski sagt ykkur betur frá eftir þá gert að ráð fyrir að raddirnar, sýnirnar og skynjanir hafi allan einhver jákvæðan tilgang. Það upplifun af þessu sem getur verið erfið eða góð. Það fólk skellt. Já, og sérstaklega líka búið að kenna fólki að þetta sé afbrigðilegt. Fólk getur alltaf dauðhrætt, sérstaklega kannski þegar reynslan kemur fyrst. Og þetta getur gerst á alls konar aldri, sko. En mjög algengt að þetta er ekki eins fyrir neinn. Og hver og einn, náttúrulega, upplifunin ekki eins. Og neinu sem ég hef talað við. Og ég hef talað við þó nokkuð marga. Og þetta er mjög sterkar upplifunir. Já, og það sem við gerum með Trevor... Það er ekki allir með heilu þorpin í sér eins og þú. Nei, kannski bara með einhvern einarödd eða 2 eða 3 ár. Sumir kemur bara með mjög sérstakar tilfellum. Sumir eru mikið með þessa, erfiðast útskýra hana, þessa tilfinningaskynjun. Eins og þau finna eitthvað á húðinni eða finna fyrir einhverju í kringu sig, sko. Þannig að þau finna nærveruna, sko. Þó þau heyri kannski ekki rödd
þá finna það mjög sterka nervuru. Hýta kulda og svona öðruvísi svona rýminskilning á líkamannum, er það ekki svona sem að gera það með badd svona allt inni þá er svo tútni út fóturinn á manni og það er margir tilfinning sem margir kannast þið. Jú, ég var að hlusta á mann, hann allt í einu upplifði alltaf að hann fengi gúmíhendur og síðan hann í viðtalinu þá var þetta að tengjast það að gúmíhendurnar voru tengdar tráma. Við vinnum rosa mikið úr, ef raddirnar verða erfiðar, upplifinu verður erfið, þá tengist oft áföllum og einhverjum erfiðleikum í umhverfinu, en þessi maður hafa upplifið sem með gúmíhendur og það var út af því að það var svona, tengdist því að hann upplifið sig varnarlausan. Hann gat ekki varið sig, það var svona út af aðstæðan sem hann lenti í sem barn. Já, ég ætla að segja eitthvað meira hérna. Trevor? Já, Trevor. Hérna, ég hef farið á nokkur námskeið hjá honum og hann lætur okkur alltaf huglega. Hann fer bæði við skoðum hérna, við erum að hugsa menningu, svona mismunandi menningar heima og hvernig þeir mögulega getur hugsað þetta og að segja okkur svolítið bara frá svona stiklu á stóru gömul menningarsamfélög þar sem þetta fyrirbæri hefur verið skilið allt öðruvísi heldur en eftir þessu læknisfræðilega módeli sem við lifum hér á Vesturlöndu sem er tiltölulega nýtt. Við kryfjum Ísland. Þú veist, hvernig hefur þetta verið hér? Hérna erum við með álvarna huldufólkið, spákonurnar og ég vitna alltaf í hann Tryggva Emils, hérna á fátækt fólk. Hann er fyrstu bókinas. Það sem er nú heill kafli þar sem hann með bjarga álkonu og fólki á sveitabæjunum að vara hvort annað við Þorgeirsbola og hitt og þetta. Þetta voru sennilega ekki allir greindir með geðklofa þar. Í kringum, hvað er þetta, 1918 frostavetur. En svona sögur geta orðið til þótt að enginn kannski sjá í Þorgeirsbola? Nei, já, þetta er einhverju sögursagnir, en þarna var fólk í einhverju tengslum sem að við kannski, þú veist, sjúkdómsvætti það að vera sjálfsagður að heimurinn væri flóknari og meira marglaga heldur en að við látum stundum að hann sé. Og kannski huglægari í stað fyrir alltaf þessi hlutlægari í dag. En hérna, það sem ég ætla að segja er að Trevor lætur okkur öll huglega. Öll og við erum ekkert, þeir sem eru á þessu námskeið hjá hann er alls konar fólk úr öllum áttum, fagfólk og áhugasamir geðheilbrigði. Og ég held að geti allir, ef þeir hugleiði, að þegar allir hafi átt einhvern tímann einhverja reynslu sem þeir get ekki alveg útskýrt. Heyrt í dyrabjöllunni eða símanum hringja eða eitthvað hvísl eða einhverju kalla á þig eða eitthvað komið yfir þig. Heyri nafnið sitt. Þannig að, já, og það held ég að það séu allir sem geta tengt við að hafa einhvern tímann á sinni æviskeið. Getur verið draumur þar sem þú fannst fyrir einhverju, þú veist, fannst fyrir hýta eða kulda eða einhverju, sko. Að flestir, ef þeir hugleiði að þeir hafi orðið fyrir einhvers konar óhefbundinni upplifun. Það getur stundum verið bara eins og svona bara eitthvað smá truflun í heilastarfseminni eins og gerist bara með, segjum eins og svona déjà vu tilfinningin að þetta hafi gerst áður. Sem er bara eitthvað svona högt í einhverju kunnugleikastöð sem er kannski, ég þarf ekki að fara í einhverja rannsókn á tráma til þess að... Nei, en þetta er bara við erum ekki fullkomnar vélar. Kannski margt sem við skiljum ekki, en við höfum kannski kosið í okkar menningu að sjúkdómsvæða, ýmislegt sjúkdómsvæðingin er fyrirbæri sem er á flegi ferð, bara í okkar kúltúr. Geðheilbrigðiskerfið á Vesturlöndum er, veist, ef við skoðum að hluta vergri landsframleiðslu, þá er þetta stærsta kerfið okkar. Og það tekur alltaf meira og fleiri mál á sína könnu, það er svo kallum sjúkdómsvæðingu. Alltaf skilgreina alltaf fleiri og fleiri hluti sem sjúkdóma. En við höfum ekki fundið neinar, ekki svo best ég veit, neinar rannsóknir sem að sýna einhverja ákveðna heila starfsemi eða dópamínskort eða eitthvað svona í kringum og tengja það við að fólk heyri raddir, sko. Það er þessi tilnýðing á því að vera með einhverju hugmyndum hvað er normalt og allt sem er ekki normalt að það er sjúkdómur eins og við getum orðið eitthvað tíma normal. Þegar við tölum við fólk og hérna ég og Sigrún er búin að vera svolítið lengi í grasrót geðheilbrigðismála og við vinnum eftir batamiðari nálgun og bara þegar maður tala við fólk sem að glímir við töluvert mikla andlega vanganda, það er rauður þráður. Og það eru áföll og kannski miklu félagslegir erfiðleikar. Og flestir raddheyrarar þar sem að raddirnar hafa fara að valda þeim erfiðleikum. Það má rekja það aftur til áfalla.
eða þú veist, áföll þá einstakur atburður sem var mjög erfiður eða þá svona þessar viðvarandi áföll eins og vera búin á heimili það sem var bara óviðunandi ástand til lengri tíma eða þú veist, vanræksla skólinn gat verið einhelt í skóla svona mikilla mannlíðanar. En það þannig að raddir verði ekki til út af áföllum? Já, og erfiðleika geta orðið til út af áföllum og ef það eru raddir þá geta þær orðið erfiðar ef þú ert í erfiðleikum. Já, upplifun af þeim getur orðið upplifun af þeim getur orðið mjög erfið. Það er svo að segja, en þær kom ekki fram sérstaklega af því að þú ert í erfiðleikum. Já, ég veit að spyrja Jú, sko, það bara gerist. Þær koma fram þegar ég er í erfiðleikum. En þegar þú ert í lagi, þá eru það alltaf til Já, þær eru ekki eins hávarar þegar ég er bara góð, sko. En þú veist, ég legg mig fram við að halda mér í jafnvægi. Það er öfugt við hvernig ég var í gamla daga, sko. Og þeim? Og þeim, já, og öllu samfélaginu, sko. Ég menn, ég fer í sund og ég huglega á hverjum degi, ég gerir mér öndunæfingar, ég borða og sef og En ekki þá einhver rödd sem að segir Sigrún, þú þarft nú ekki að vera í sund í dag. Við erum ekki alltaf verið í sundi. Ég hef bara mjög oft einhverju mótmæla mér. Bara, þú veist, þegar ég ætla að gera eitthvað. Þegar ég ætla að gera eitthvað sem að partur af mér er bara eitthvað, ég nenni þess ekki. Þá koma mótmæli. En ég held að margir sér með þessa rödd inn í sér. Já. Það er margir alltaf á leiðin í sund en fara ekki í sund. Einmitt. En sko, þessna ræktaði ég móður og föður inn í samfélagið. Þannig að sko, faðir minn telur niður. Jú, við erum að fara í sund, já, bara, ég er pappiðinn, sko, þannig að 3, 2, 1, let's go, þannig ég tek bara kvörtunina með mér, alveg sem að fyrir með barnið sitt í sund, og það er bara, nei, ég vil ekki, það er bara, jú, við erum að fara í sund. En ef einröldu vill ekki fara í sund, getur ekki skilja hana bara eftir? Nei, hún er þess að hluta þér. Ég get ekki skilja hana eftir og stundum er ég bara að taka einhvern kvarstandi með mér inn á öxlinni, bara alla leiðin í vinnuna eða í sund, það deyr svo út, sko, það líður hjá. Ég veit það, ég er búin að sanna það fyrir mér, ég veit það líður hjá. Og þetta er ekkert svona hættulegt eins og það var því ég er búin að breyta hugafarinu. Þannig að það eru ekki hávarar, það eru ennþá þarna og það geta alveg kvartað en það öskri ekki á mig. Það hafi ekki nóg mikið power til að öskra á mig. Svo ég veitna aftur í bókina síðan og ég las hana því að ég uppgötaði var með flogaveiki og var að reyna að kynnast því. Og Oliver Sacks, hann leggur svolítið mikla áherslu á svona, hvað að segja, þetta er bara normalt, þetta er bara miklu algengari haldið og hann er svona sömuleitt að skrifa þetta til þeirra sem eru hann úti og heyra raddir, hann er ekki þorað að ræða við nokkurn mann. Þannig hann talar mikið að þetta tilheyri til dæmis flogaveikum eða fólki með mígrinni eða eitthvað leira sem hefur ekki alveg sama stigma og geðklofi, sko. Þannig hann er svolítið að segja þetta er bara eðlilegt, þetta er alltaf verið þarna, bara slappið af krakkar, sko. Þetta er bara, þú sjáir einhverjar offsjónir, eitthvað skrítið. Sér var alltaf sífilis líka, alvarleg sjúkdómurinn í gamla daga. Og það var svolítið tengt við það að fólk sem fekk sífilis sem við vitum að líffræðilegu sjúkdómur, þarna fekk fólk mikla skynjanir þegar það var langt gengið. Sem er þá út af bara einhverjum heila Já, við skiljum þetta ekki það er ekki allir sem að heyra raddir flógaveikir eða með sífilis en þetta kannski komin að einhver grunnur að því að þú veist, já, þetta hlýtur að vera líffræðilegt en við vitum það samt ekki Ég meina sko, langafa mín og amma mín, það voru báða mjög næmar langafa mín var bara mjög skegg og bara þannig var að tala um það og það var ekkert litið á að hún var eitthvað með eitthvað geðröskun eða þess að taka lyfið þessu eða eitthvað. Hún var með gjöf, sko. Það var málið. Og gjöfinni fylgdi ábyrgð og svona og já, og hún reyndi að loka á gjöfina því hún var hrædd við þetta, sko. En það var samt litið öðruvísi á það. Ég tala oft þetta í hugarafli sem er í síðumúla og ég bendi svona, sko. Ok, ég heyri raddir, kannski fyrir þangað, þessa átt. Aðeins upp síðumúlan inn á Sálaransóknarfélagið og segja hei, ég heyri raddir og þau bjóða mér á námskeið til að læra að vinna með gjöfina mína eða ég fer í hina áttina inn á geðdeild og segja hæ, ég heyri raddir og hvað tekur við? Geðgreining, lyf Getur þið ekki raflós bara? Já Við allan hjá Hearing Voices bjóðum bara upp á
skilning, Já. nálgun sem það að heyra raddir, vera með sýnir eða eitthvað svona aðra skynjanir eðlilegu hluti mannlegs rófs Já. og þetta bara til að búa til svona hugmyndafræðilegan valkost við erum ekkert að takast á við eitthvað ef fólk heyrir raddir og það komið geðklóðagreiningu og vill bara það bara þeirra útskýring á því, þá það bara þeirra útskýring á því en við viljum samt að það sé allavega fleiri valkostir það það sem við svolítið bara þú veist, erum ekki að berjast fyrir það bara það sem við erum að bjóða upp og að því að það skiptir svo miklu máli og ég hef rannsakað andleg vandkvæði í mínu rannsóknum sem félagsfræðingur að sú hugmynd sem við höfum orsakir fyrirbærisins stýrir allir í okkar viðleitni til að takast á við fyrirbæri eða vandan eða hvað sem við viljum kalla þannig að, ok, ef við lítum á að það heyra raddir sem afleiðingar sjúkdóms þá viljum við þagga niður losna við það, þagga niður því miður að þú veist, en margir hafa upplifað að það að hlaupa frá röddunum, reyna að þagga niður í röddunum hunsa þeir, að þá hefur það versnað þannig að Sigrún var eiginlega að segja það Já, Sigrún var að segja það þannig að hvað þá veist, eigum við þá bara endalaust að hækka lyfjaskammtina, eigum við að hlaupa hraðar frá röddunum, veist, ef það virkar ekki þú veist, þú getur ekki hlaupið frá sjálfu þér eins og hún segir, þetta hluti af henni og ef hún að þagga niður í þessu þá hún bara að þagga niður í sjálfu sér og þá verða þessi partar á mig bara brjálæslega reiðir og það eðlilegt í rauninni ef ég bara alltaf loka á þá Eðlilegt viðbrögð þeirra En síðan hefur við líka dæmi og heyrt margar sögur og það var frábær raddheyrari sem kom frá Danmörku og sagði sína sögu á námskeiðinans sem var núna í seinustu viku hann kallar sig fyrrum raddheyrara að hann sem sagt heyrði raddir og hann fór í gegnum prógramið hjá Trevor Iles Maastricht nálgun þar sem hann vann í því að skilja raddirnar, kortleggja þær hvaðan það kæmu og fór ítarlega svona sjálfsvinnu að tengja það við viðburði í sinni barnæsku sem voru tengt áföllum og þegar hann sinnti þessu þá hurfu raddirnar hans upplifun af röddunum var ekki jákvæð en hann skilur núna hvernig hann skilur þetta núna er að raddirnar voru að leiðbeina honum þótt að segja það ekki beint út þú þarft að gera þetta þær voru erfiðar en í þessari vinnu þá skildi hann að það þjónuðum tilgangi það voru að ýta honum í átt til að gera upp þess erfiðleika sem hann gekk í gegnum sem barn og þegar hann gerði það þessi maður er sálfræðingur í dag hann bjó á íbúð Kjarna og var með geðklofa og svaf í 17 tíma í dag og var 140 kíló af lyfjum og eftir mikla lyfjanotkun hann náði fullum bata raddirnar hans hurfu Raddirnar ekki í sjúkdómseinkennið, þú varst að segja það Nei En þetta er sko til líka þetta er svona magna við þessa hugsjón hearing voices hugmyndafræðina hún gengur út á að samþykja algerlega sannleik einhvers annars, heim einhvers annars bara já, þetta er sannleikurinn þinn og aldrei kalla ranghugmyndir eða ofskynjanir eða eitthvað svoleiðis þetta er bara þinn heimur og ég ber virðingu fyrir því Eitt af því að þið segir raddheyrari sá sem að sér sýnir ekki er hann sína sjáari Þetta bara fellur undir það sama því að sko, þessi hugsjón hófst á bara röddum Það er algengasta fólk Hvað eru margir í þessu félagi? Þú varst að segja að þeir voru ekkert lengi og hún er nýbyrjuð að segja frá þessu Við vorum Við erum búin að vinna saman í hugaraflegu tíma Það ljóta að vera margir að núti sem heyra raddir en er ekki í félaginu Já og þeir eru ekkert allir hafa glímt við veikindi endilega andleg veikindi sko þú veist þegar ég var að rannsaka þetta ég kynntist Hearing Voices fyrst þá var það stofnað 2019 af Fanney Ingvarsdóttur og sem var Sigrún tók við sem formaður af núna nýlega og Svöfu Arnardóttir sem vann þá hjá Hugurafl og er núna formaður Geðhjálpar og ég fekk einhvern veginn svona innsýn inn í hann heim og ég held ég hefði séð flest allt sem var til í geðheilbrigðismálum en þegar ég fekk
þetta traust að fólk voru að segja mig frá hvað var í gangi, þá bara kolfjalli fyrir þessu og hefur verið tengdu félaginu síðan. Þá var ég að tala við fólk sem hafði glímt við töluvert mikil veikindi og heyrt raddir. Þú veist, þau aðskildu það frá hvor öðru. En sko, upplifun á röddunum varð erfiðari eftir þessi veikindin ágerðust. En síðan hef ég núna, eftir að ég fór í hearing, þá var svona mín hugmynd að þeir sem heyra raddir hljóta allir hafa verið veikir. En eftir ég hef kynnst starfsemi félagsins meira og hitt fleiri, þá bara kemur ljós að það bara fullt af fólki þarna sem, þetta hef nú aldrei verið neitt svo mikið vandamál hjá mér. Veist, hefur ekkert verið að leita inn í geðheilbrigðiskerfið til að taka á þessu, sko, en að þakka nýri röddunum eitthvað slíkt, sko. Þannig að það má áætla að það sé stór hópur sem er með þessar upplifanir sem er kannski ekki að valda þeim miklum erfiðleikum. Já, ég verð að segja þetta er búið svo ævintýrlegt sko eftir ég byrjaði að tala um þetta út af því að alls konar fólk sko er komað til mín og bara já, veistu það, ég er líka með svona skynjanir, má ég segja þér frá því, veist. Þannig að það hefur áhrif að tala bara svona uppátt um það og það eyðir skömminni sko. Það er komin skömm þannig sko. Og það er engin skömm að því að hafa þessar skynjanir, er engin skömm að vera víraður eins og maður er. Ég man ekki nákvæmlega hvað félagatalið er. Nei, ég man ekki núna, við erum að kíkja á þau, það var félagsfundur í gær nefnilega. En ef að Oliver Sacks hefur rétt fyrir sér, þá getur við sagt að það séu svo 50-60.000 Íslendingar sem að annarkvort sjá eitthvað eða heyra eitthvað. Já. Sem að tilheyrir ekki þessum þrönga heimi sem við erum alltaf að reyna að lifa inn. Já, þessi þrönga normi sem virðist vera þrengjast alltaf. Það er alltaf að vera meiri kröfur á hvað er að vera eðlilegur í þessu samfélagi. Ég held að það séu miklu fleiri. Við búum á svo töfrandi stað. Við búum bara nánast á tunglinu hérna, sko. Þetta er svo furðulegur staður. Ég held að það séu fleiri, sko. Ég hugsa alltaf um þjóðsögurnar og ég hugsa alltaf um kaflarnars Tryggva Emils sem hann skrifaði sína upplifun sem barn. Það sem einhver svona handanheimur já, handanheimur og fólk var hérna tengdar í náttúrunni í myrkrinu hérna fyrir norðan sko hérna og hérna já kannski þú veist hefur við aftengt þessu líka meira í bara nútíma samfélagi með allar þessari örfun og ljósum og öllu þessu hraða sko að því að þú veist að segja þið hugleiðið hjá Trevor já. Og það er bara það er svo mikil hraði í dag svo mikil örfun af öllu að við komumst kannski ekki nógu mikla ró þú veist, ég held að allir gætu heyrt raddir sko. En raddirna þínar, þær eru alveg til í smá hasar, eða ekki? Þó að sé eitthvað læti kringu því, þá er þær ekkert þær komast alveg að. Já, það eru meiri lætið en því meiri hasar sem er kringu því. Þú sagðist að þú þurftir að gæta jafnvægis, sko. Já, algjörlega, það er bara... Það er æsast upp ef það er hasar. En sko, ég elska... Það er áfélag aldrei haft það betur heldur en í nútímanum í hraðanum. Nei, það er nú ekki alveg þannig, sko. Þessna þarf ég að passa mig að vera í jafnvægi, sko. Af því ef ég hugleið ekki, ef ég sleppi því bara, þá fer ég bara með í þennan rosalega hraða hjartslátt sem er í gangi alltaf á nóti og þá missi ég stjórn á öllu, sko. Og það má ekki gerast sko. Ég er náttúrulega hægt á geðlugum og allt sko. Þannig að ég er að það sem kom sterkt fram þegar ég var að taka viðtöl fyrir meistararritgerðina mína þegar ég var að kynnast þessum heimi fyrst að þeir sem voru í Hearing Voices samþykktu raddirnar eða upplifanirnar að skynjanirnar sem eðlilega hluta að sjálfum sér þau lítu á að raddirnar væru bjargráð það væru leiðbeinandi þannig að og ég man sérstaklega eftir ung konu sem ég talaði við sem var með mjög krefjandi skynjanir hún sagði að ég veit bara þú veist, ef raddirnar og það fyrir að vera agressív að vera vondar við mig eða eitthvað svoleiðis þá er eitthvað raunverulegt að í bara minni tilveru eitthvað sem ég þarf að veita athygli þá er ég að fara út af sporinu þannig sem ég á að vera og við þekkjum það öll við getum öll farið út af sporinu skilur og við þurfum öll að hlúa að geðheilsunni en þau litu á það að raddirnar voru það var sem merki raddirnar fóru að vera krefjandi upplifarnir fóru að vera erfiðar þá þarf ég að huga að geðheilsunni þú veist eða taka til í mínu félagslegu umhverfi það getur verið kannski erfitt samtal sem þú ert að taka í fjölskyldunni eða þú varst kannski í mikil meðvirkni eða eitthvað slíkt sko Herðu, þið eru bæði að starfa í hugarafli og Sigrún, þú sagðist að þú værir ekki á lyfjum
Já, ég hætt. Og það eru margir sem að þar eru sem að leita að annari bataleið heldur en að svona, hvað ég segja, geðheilbrigðisbatterið býður upp á, sem oft byggt á lyfjakjöf og Við bjóðum bara upp á aðra nálgun. Já. Að fólk þarf ekkert að hafna einunni til að vera hjá okkur. Þetta, þegar maður heyrði fyrst af hugarafli og var að fara að fundi og hlusta á, þá myndi þetta mig á frelsisbaráttu alkohólista, fyrir 70 árum eða meira. Það sem var sjúklingahópur, sem barðist fyrir því að ná stjórn á eigin meðferð. Að vera ekki svona valdalaus inn í einhverju batteríi. Það fer náttúrulega mjög illa með sjúklinga að vera í slíkri valdastöðu og við þekkjum það bara einhverjum. Það bara eigur á veikindina að upplifa sér bjargarlausan í tilverunni. Já, fyrir auðvitað það verður beitt á því ég nefndi á hann raflost og fleira beitt á svona mjög harkalegum lækningaaðferðum ef að svo sem að ákvöður meðferðina langt upp yfir hinn hafinn sem að það er á þólana. Það er bara ákveðin hætti því. Og mér fannst það þegar ég var að hlusta á fólk í hugarafli fyrir svona 15-20 árum að þetta myndi mig á það. Þetta væri bara fólk sem væri bara að berjast fyrir því að fá einhverja stjórn á eigin meðferð. Eða þú veist, hvernig tekið á mínum sjúkdómi. Þannig að ég sé ekki, þurfi ekki að gangast undir eitthvað inn í eitthvað kerfi sem búið ákveðið allt saman fyrir mig. Er þetta, að því við sittum við rauðaborði, má líta á þetta sem svona frelsisbaráttu? Fólk með áskorunir? Algjörlega, og ég blóti þau sem ekki að berjast við eitthvað kerfi eða eitthvað svoleið, sko. Þau eru bara að berjast fyrir, þú veist, þetta frelsun einstaklingsins. Já, bara huglægum tilveru rétt af að fólk megi skilgrina sig. Þú veist fyrst að berjast fyrir að hafa rödd, að manneskjan sem að glíma við kæraskanir hafi rödd sem á að hlusta á. Það tekur nú töluvert tíma og svo þarf þetta að nota hana til þess að teygja þig eftir Við erum bara svo heppin að Sigrún er ekki eina frábæra manneskja sem er tilbúin að deila þessari reynslu. Þú veist, bara á opinberu vettvangi. Þetta er bara mjög bara góð vinkona mín, ein heilbrigðasta manneskja sem ég þekki og hún er tilbúin að koma hérna og segja frá sínum upplifunum sem eru gríðarlega sjúkdómsvæddar í dag. Og það var annars sem kom fram í rannsóknum mínum, að fólk sem heyrir raddir og bara aðrir sem eru skilgreindir með alvarlega geðræna erfiðleika og fá á sig þessa stimpla, þeir verða oft bara svo, þú veist, röddi þagnar, skilur. Við í hugarafli höfum alltaf reynt bara að hefja upp rödd notandans. Og einstaklingurinn hafi eitthvað raunverulegt val. Þú veist, og við segjum alltaf að helsti sérfræðingurinn í þínum málum þú sjálfur. Og hinir aðrir eru bara til að styðja þig en ekki stýra þér. Þetta var rosa sjokk, sko, þegar ég byrjaði í hugarafli fyrir tæpum 5 árum og það var bara, hvers þarfnast þú? Hvernig getum við aðstofað þig? Hvað vilt þú? Og bara fyrstu viðbröðum ég var bara reið. Ég var bara, þú átt að vita það. Hvernig á ég að vita það? Sjáðu ástandið á mér. Ég veit ekki neitt. En þarna byrjaði það, sko, og ég er búin að vera núna á minni bata vegferð í 5 ár og í rauninni, sko, hugarafl gaf mér sjálf valdið í mínar hendur. Og það hafði ég bara aldrei upplifað. Og það var... Og þá aldrei leið sem að þú sást ekki fyrir áður. Já, ég bara, þú veist, ímyndunarafli einu sinni, ég vissi ekki einu sinni. Bati og eitthvað, hvað er það? Þú veist, ég bara, þetta er allt nýtt fyrir mér. Valdefling. Og meinar að þú hefur áður upplifað að sjúkdómurinn sem var settur á þig, að það hefur verið svona eins og dauðadómur eða? Já, allar hurðir voru rauninni bara lokaðar. Þetta er bara lífið þitt, segur hún, það sem eftir er. Besta geðliðið sem ég hef kynst. Þú veist, ég sjálfur einstaklega með lifa reynslu sem náði fullum bata af ólæknandi geðsjúkdómi. Þannig geðheilbrigðismálin völdu mig, ég valdi ekki þennan vettvang sjálfur, tel ég. Þú læknaðist það af ykkur sem er ólæknandi? Besta geðlifi sem ég hef kynst er von. Já. Og ef þú byrjar vegferð manneskjunnar til betra lífs eftir að hafa veikst mjög alvarlega að segja þú ert með ólæknandi sjúkdóm og þú ert að vera með líknandi meðferðar sem eftir ævinar. Manneskju á 30-aldri. Bara læsum þessari hurð. Já, þá er hún bara föst hérna í einhverju hringiðu vonleys og svartnætti, skilur. Þú veist, það þarf von. Já. Von betra líf. Von bata. Það er fyrsta skrefið. Já, þú veist, og
við lítum svo á að bati er mögulegu fyrir alla. Alla. Það er algjörlega bara, við göngum alltaf út frá því. Og það er náttúrulega verið að skrifa það marga bækur að kannski áður að þú ert að vísa í að læknisfræðin sé ný, að áður en að hún var til og hún ráðandi, að þá voru fleiri sögur að fólk næði bata heldur en inn í geðheilbrigðisbatteríum í dag. Já, það er bara búið að loka þeirri leið að segja hérna við með þessari nálgun höfum kannski ekki fyllilega náð þeim árangri sem er ákjósanlegastur og þá ætlum við bara að dæma fólk ólæknandi. Herðu, mjög áhugavert að tala við ykkur, Sigrún og Grétar. Sömuleiðis. Og gangi ykkur vel með félagið ykkar. Já, takk fyrir að bjóða okkur í þáttu. Takk. En við ætlum að vera hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja samfélagið okkur sjálf og heiminn líka. Næsti kapli eftir augnablik. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is